Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Í Fjallabyggð eru 2 kvenfélög starfandi, kvenfélagið Æskan á Ólafsfirði og kvenfélagið Von á Siglufirði. Kvenfélög eru starfandi víða land og mörg þeirra voru stofnuð snemma á síðustu öld. Það á einmitt við kvenfélögin í Fjallabyggð sem bæði fagna 100 ára afmæli á þessu ári. Já, félagið var náttúrulega stofnað 1917, 17. júní, hér fram í sveit á Vatnsenda og hefur starfað óslitið síðan. Það var fjöldinn allra konur sem hafa starfað í þessu félagi gegnum ári en hefur fækkað síðar árum og starfsemin hefur minnkað mikið eftir því sem þróunin hefur breyst. Hvaða starfsemi svona, til að byrja með í þessu félagi? Hvaða starfi það þá að sinna? Að líkna bástöddum og létta undir þar sem erfiðleika voru og þetta takmarka þeirra að fá elliheimili í bæinn. Það var fljótlega markmið þeirra. 1924 stofnaði hennar hjúkrunarsjóð og gamalmennasjóð líka og það eru sjóðirnir sem alltaf voru til og var safnað í endalaust handa elliheimilinu sem kom svo, 82. 82. Það var langur aðdragandi. Já, það var langur aðdragandi þessu og marga góða gjafir sem þarna voru gefnar til þess að þetta gæti komist á. Og hvað sem þá gert til þess að safna fyrir eins og þessu elliheimili? Já, það var mjög fjölbreytt. Fyrst þá var það að reyna að veikum mætti að prjóna náttúrulega sjóvettlinga og sokka og selja sjómunum og tína ber og selja og beita línu og selja fiskinn. Síðan fóru þær að halda hlutaveltur eða tombolur, kaffisölu og alls konar kvöldskemmtanir og sína leikþætti og skrautsýningar og vera með basar og þorrablót og ýmiss konar dansleiki. Og þá fengur þær náttúrulega alls konar gjafir og allt þetta fór í sjóði til þess að ráðstafa og uppfylla þetta markmið að styrkja við eldri borgara og sjúka og fátæka. Þetta hefur verið gríðarleg vinna lögð í þetta félagi gegnum tíðina. Já, það var það. Það var mjög mikil vinna sem var lögð sérstaklega af þessum konum sem upphaflega voru í félaginu. Kvenfélagið Von þarna stofnað 13. nóvember 1917, þannig að við verum 100 ára í nóvember og það var náttúrulega stofnað og svipað og hjá þeim í Æskunni. Þannig að við erum bara með að sinna bástöddum og það var það stofnað til þess og svo að reka barnaheimili. Við vorum byrjaði 1932 og 1933, þá var barnaheimili og það var rekið í tjaldi, fyrir utan bæinn og það var gert yfir sumartíma til þess að konur getur farið í síldarsaltendur óskuð eftir því að börnin fengju fössun. Nú eru þetta Fjallabyggð eitt bæjarfélagi í dag. Eitthvað samstarf á milli félagana hérna? Já, við erum búin að halda núna í nokkur ár jólafund með Æskunni. Og það hefur gengið alveg svakalega vel og voðalega gaman að kynnast konum svona úr Austurbænum eins og við segjum stundu. Þetta var einmitt líka kannski mikilvægur félagslegur þáttur. Já, og það var alltaf nauðsynlegur fyrir konur sem voru heimavinnandi að þær kæmust út og hittu aðrar konur og blönduðu svona geði og svo var líka það að kvenfélagin sáu svo mikið það að hafa eitthvað fyrir konur. Það voru allavega námskeið sem var haldið saumanámskeið, prjónanámskeið og meira sé að saumaðu nokkra konur upplut á námskeiði. Það var alltaf eitthvað svona í gangi í sambandi og svo var á tímabili þá voru bara vinnukvöld meira sé einu sinni í viku. Þannig þá mættu konur og hver og einn með bara sitt og jafnvel fengu þá hjálp hjá einhverjum sem voru þeim fremri. Á sínum tíma sinntu kvenfélögin mikilvægu hlutverki í hverju samfélagi en kvenfélagskonur sinntu bástöddum meðal annars sjúkum, fátækum og öldruðum. Hlutverk kvenfélaga hefur þó breyst í gegnum árin. Í dag hafa náttúrulega aðstæður breyst
að félagsmálakerfið er náttúrulega komið til staðar og það þarf ekkert svona systrafélög og kvenfélög til að aðstoða bástæða. Núna er megin áherslan, við reynum alltaf að styrkja leikskólan. Það ætlum við að taka í notkun nýja viðbyggingu á leikskólanum í Siglufirði og við keyptum ýmsa smámuni þar inn sem að þau þurftu á að halda. Svo erum við með kaffi fyrir eldri borgara alltaf einu sinni á ári. Fyrsta sunnudaginn í maí, þá höldum við bara veglega veislu fyrir þau upp í Skálahlíð sem er heimili eldri borgara í Siglufirði. Og svo höfum við verið að gefa svona, sjónvörp upp á sjúkrahús og erum bara að hjálpa á svona sem við teljum að þörfum sem mest. Kvenfélagið Æskan á 100 ára afmæli þann 17. júní en Kvenfélagið Von þann 13. nóvember. En hvað ætla félögin að gera í tilefni aldar afmælana? Við erum eiginlega bara ekkert farin að plana ennþá. Við erum reyndar komnar í sumarfrí en við ákváðum á síðasta fundi sem var núna í maí að hittast bara snemma í haust og þá verður bara sett á fót undirbúningsnefnd og ég get lofa að það verður eitthvað skemmtilegt. En hvað það verður, það kemur bara ljós. Við ætlum að hafa hátíðakaffi hérna í Tjarnarborg og bjóða öllum sem vilja fagna með okkur. Og seinna í sumar eða í haust verður tekið saman sýning á fundargerðum félagsins og starf félagsins rakið og sett upp hérna í Pálshúsi sem verður vígt næsta daga. Og svo munum við reyna að gera eitthvað fyrir félagskonur sjálfar, fara kannski eitthvað ferðalag og hafa það svolítið huggulegt. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.